Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni. Klukkan 8, nú er að sagði fréttir. Hjá mér er Sigurjón Magnús og María Lilja. Herðu, víða er þetta fyrsta fréttin. Það er við erum með fréttina frá Pólitíken. Þetta er Lars Løkke, utanríkisráðherra Dana. Já. Að lýsa yfir óánægju sinni með það að það eru fréttir af því að það hafi verið 3 Ameríkanar á Grænlandi við að lista upp hverjir væru hlynntir Trump og hverjir ekki. Kannski þetta leyniþjónustumenn á vegum Trump að undirbúa yfirtöku á Grænlandi, eða það telja Danir? Það er útilokað allan ekki, sko. Nei. Þetta er spennandi svona njósnamál. Já. Njósnarar á Grænlandi. Það voru ekki líka að bera pening á fólk. Já, bara allt sem þarf til þess að ná Grænlandi. Já. Þetta eflaust eru fólk á Grænlandi sem að vill tengja Bandaríkjunum frekar heldur en Danmörku. Já. Og það er ekki alveg hægt að líta svo á að það sé svona föðurlandsvík. Nei. Eins og Danirnir svolítið líta á. Nei, Danirnir svo sem hafa komist í ónóðar hjá Grænlendingum. Já, og það er nefnilega, þetta var til þess að Mette Frederiksen, forsætisráðherra, hún baðst afsökunar, þetta er frétt úr Berlingske. Og hún bara beðist afsökunar á lykkjumálinu svo kallaða. Það er þannig að grænlenskar konur og stúlkur, það var settar í þær lykkja á þess að þau vissu það. Já. Og þetta er á tímabilinu 65 sem er vitað um. Og það er lykkjan nú að koma bara það leyti, held ég, ekkert mikið fyrr. Þannig að þetta tengir því hvað lykkjan kom, en örugglega var bara þær teknar úr sambandi áður, sko, í skurðaðgerðum, eins og var til dæmis gert hér gagnvart þroskaheftum stúlkum bara fram á okkar tíma. En lykkjumálið, það nær til 92. Já, það er svolítið. Það er bara í gær, sko. Já. En henni væri nú kannski svona nærtækast að beðist afsökunar á því sem gert er við ungar mæður í Grænlandi. Þær sitja ítrekað undir því að það eru tekin af þeim börn. Já, það hefur verið. Nei, og það er ennþá. Það var nú bara síðast og fluttar til Danmörkur til fósturforeldra. Já, eða þá að ef þær búa í Danmörku þá eru þær látnar sitja undir einhverju svona prófi hæfi. Það eru meira próf og öðruvísi heldur en danskar. Akkurat, af því að það verður fréttir af þessu líka. Já. En þessar aðgerðir, þetta er líka, norðmenn voru með þessar sambærilegar aðgerðir gagnvart sömum. Ég held að það hefði samt ekki náð alveg til 92. Þetta er náttúrulega rosalega nálægt okkur tíma. Alveg mjög. Þú varst fædd 92, þegar ekki, María? Jó, ég er fædd 86. Þú hefur ekki fæðst. Einmitt. En þetta byrjaði 65, þannig að við höfum báðir sloppið. Svo maður gefið þessu tíma hvað þetta er nálægt okkur í tíma. Já. Herðu, en við skulum fara til Gaza. Það er Haaretz sem við vitnum nú oft í. Við dáum svolítið að þessu blaði. Þetta er Ísraels blað og það hefur mikið hjarт til þess að gagnrýna stjórnvöld. Þarna erum við nú bara að segja frá ennum árásunum. Þetta eru árásir á svona heimili, dvalarstaði aldraðra og veikra og það kom þarna líka fram að þeir eru að ráðast og sprengja kirkjur. Já, ég veit að Pávinn, Leo 14. hann hefur gagnrýnt þetta og hann gerði það nú bara held ég síðast í gær og hann óskaði eftir því að þær kirkjur sem eftir standa á Gaza og hafa veikt fólkinni, þær fái að standa þar áfram óáreittar. Hvort hann verði að ósk sinni veit ég nú svo sem ekki. Nei. Herðu, en við skulum halda áfram á Gaza. Það er frétt sem að fór á RÚV-vefinn. Ég held að þetta sé nú frétt sem að hafi verið í kvöldfréttunum í gær. Það eru fleiri blaðamenn drepnir á Gaza en á öllum stríðum síðustu 2 alda. Þetta er svakalegt graf. Við sýndum þetta nú nákvæmlega þetta graf einhvern í síðustu viku. Já. Það er jafnmerkilegt fyrir það, sko. Já, en það komið á RÚV. Já, RÚV þetta er skelfilegt. Hefur verið að segja frá þessu. Þannig að þetta stóð kannski hæst þetta blaðmannadráp sem Ég ætla aðeins að skjóta inn að því að núna var Kastljós áðan og þá var Atli Harðarsson, ég er með mynd af honum úr Kastljósi. Já. Hann var því að við vorum að tala um að þetta graf hefur verið hjá okkur í síðustu viku. Hann var hjá okkur í gær, þessi maður. Já. En þú varst að tala um blaðamannamorð á Gaza? Já, blaðamannamorðin á Gaza. Mohammed Assad er blaðamaður á Gaza. Hann sendi frá sér svona neyðar ákall í dag
það sem hann óskaði eftir því að blaðamenn myndu bara, svona flikkast til Gaza eða alltaf þrýsta á sín stjórnvöld að reyna að komast þarna inn vegna þess að þau væru öll að deyja. En við erum með hérna svona brot úr þessu myndbandi það sem hann segir. Þetta loka ákall frá Gazaborg til allra blaðamanna í veröldinni. Gerið það komið á Gaza og skjálfestið með okkur ástandið. Engar varnir, 245 palestínskir blaðamenn hafa verið myrtir. Gerið það komið til okkar og þrýstið á ráðafólk allstaðar. Komið til Gaza, segir hann. Og þetta svona sorglegt að sjá þetta. Hann talar þetta er auðvitað lengra myndband þar sem hann að biðla til blaðafólks aðalega og svona höfðu til samvisku þess að mæta á staðinn. Þetta er svona partur af hvað ég að segja, þetta er svona neyðaróp. En akkurat í þessu sama myndbandi aðeins seinna þá gerist það að sprengju varpað eins og við sjáum þarna einmitt bara fyrir aftanan. Þannig að þetta veruleikinn þarna, en eins og sagt hefur verið frá, þá hefur enginn fengið að koma þarna inn, engir erlendir fjölmiðlar og svo hafa þeir gert þetta, þeir hafa drepið 245 palestínska blaðamenn á svæðinu, þannig að það fer að vera lítið fréttir svona beint. Þetta er ógeðslegt. Þessu kannski skilt, það er frétt frá Ítalíu. Þetta er Meloni. Það er fundur á Rimini sem eins og fóru Íslendingar í sólarlandir valdaferðið á, ég veit ekki hvað það sé ennþá þannig. En þarna er árlega haldinn fundur, þetta er svona kaþólsku fundur og þetta er oft notað sem svona plattform. Það verður margir stjórnmálamenn haldið erindið þarna, bæði frá Evrópusambandinu, ég held að Tony Blair hafi hélt einhvern tíma fræga ræðu þarna. Meloni var þarna að tala og hún segir meðal annars að við studdum Ísraelsmenn eftir hryðjuverkin í 7. október. En þeir hafa gengið á langt, sagði hún. En svo var hún líka bara að mikla sér á því að Ítalía væri núna orðin svona, eins og sagt, svona player á alþjóðasviðinu, af því hún fór hana til Washington. Og svo var hún að lofa stórkostlugum aðgerðum í húsnæðismálum. Og hertri útlendingalöggjöf. Hún er svona bætist í útfæra. Já, ég sá það ekki í þessari frétt allavega. Herðu, talandi svona að því við segjum stundu frá því svona litlu matriðum þar sem er verið að verða til einhvers konar boykott á Ísrael. Það er frétt á Morgunblaðinu í morgun. Það eru Ísraelskt vín, hvítvín, tekið úr hillum á TFR. Það kemur fram að það hafi verið svona kvartað yfir þessu af kunnum að þetta væri þarna. En síðan bera það fyrir sig að starfsmennir hafi eiginlega viljað að þetta hafi þetta í burtu, ekki viljað selja þetta vín, þess vegna hafi þetta verið tekið. Tónninn í fréttinni er svolítið svona moggalegur, hann finnst þetta að vera eiginlega svona freglegt að maður fá ekki sitt ísraelska vín. Já, hver hefur nú eiginlega geð á því að drekka ísraelskt vín svona? Blóði drifin jarðvegur þar. Ég get ímyndað með til þess að Stefán Einar drekkir svoleiðis. Hann er mikill stuðningsmaður Ísraels og þjóðarmálsins. Akkurat. Herðu, það er í mogganum að þau voru með frétt á forsíðunni að börn beiti foreldra ofbeldi í fleiri málum. Það er verið að vitna til kvennaathvarfsins. Við ræddum þetta svona aðeins í tengslum við morðmálið í Arnarnesi. En það fylgir þessu grafin í blaðinu þar sem er ofbeldi. Og þau skipta þessu eftir hvort þessu íslenskir erlendir ríkisborgarar og fleira. Þið sjáu þarna ofbeldi, það maki er oftast gerandi að lemja maka sinn og svo barn í gegn foreldrum, það er númer 2 þarna og fyrrverandi maki, það getur verið plága. En það er mikið ofbeldi barna gegn foreldrum sínum og þetta er náttúrulega þá uppkomnir foreldrar. Þetta er ekki verið að það er ekki foreldri að koma því að 10 ára drengur landi mig. Nei. Já, og þetta er í rauninni útköll með aðkomu borgarinnar, þannig að þetta er í rauninni, það er borgin sem hringir á lögregluna, er það ekki? Rétt skilja mér, þannig að það er svona, ég tek eftir því bara það er svona ákveðið skekkja í barningar foreldris og svo foreldringar barns, það er 42 versus 16, en það er svolítið svona sláandi munur. Að barna beita foreldri, nei að foreldri beita barni ofbeldi, það er þarna.
Já, það er Finnst svo... þetta að vera meira heldur en auðvitað? Ég veit ekki, nú þekki ekki tölunar, en það er auðvitað partur af, ég meina heimilisofbeldi, það einkennist af ofbeldi fullorðins í garð barna sinna og ég meina það getur verið alls konar, en þetta er sem sagt... Það er svo nýlegt sorglegt dæmi sem lítur út fyrir að fullorðið barn eða foreldra sinna. Já. Herðu, það tengist þessu frétt að RÚV var með frétt sem að ég held nú að við höfum búin að vera með líka. Það er alltaf fjórða hver kona yfir 60 með örorku. Og það hefur verið, þú varst nú með viðtal þetta mál? Jú, hún Þórdís Bjarnleifs kom hérna og talaði þetta var þar skýrslu félagsvísindastofnunar sem var unnin út af þessu nýja kerfi sem á að koma á hérna í næstu viku, 1. september. En ég setti þetta saman af því að hluti af ástæðunum fyrir því að konur fara á örorku er ofbeldi. Það er í þessari frétt RÚV að þá að vera að tala um hvað veldur því að hver er munurinn á konum sem fara á örorku og öðrum konum. Það eru líklegri til að vera einhleipar, hafa skilið eða slitið sambúð og eru einstætt foreldri. Það er náttúrulega bara út af vinnuálagi sem einstætt foreldrar eru með og þessu eina með heimilið. Það eru líklegri til að eiga börn sem hafa verið langveik, sem er náttúrulega gríðarlegt álag á heimilinu sem hefur verið, eða greind með einhverja röskun. Það kom líka fram að þær voru líklegri til að hafa sinnt umönnun barna sinna alfarið einar, sem veldur því að konur eru svona. Frekar með örorku. En líka mörg af þessum kvennastörfum hafa verið ótrúlega erfið vinna. Eins og við komum fram með sjúkraliða til dæmis, mikil líkamlega vinna. Já, og svo líka sem voru í fiskvinnslunni. Áður en tæknin var eins mikil núna, þá stóð fólk bogið yfir þessu alla daga. Það er einmitt hluti af þessu að það eykur líkurnar ef að þú ert mikið í einhlíða líkamlegri vinnu. Þetta nota sömu. Herðu, en við munum finna leið til þess að fjalla meira þetta í framhaldinu. Það er frétt frá Washington Post. Það er í gær, þá hélt Trump ríkisstjórnarfund og bein útsetting. Þetta 3 tíma fundur. Ég hef verið að leita fólki sem horfði á þetta, bara hitt menn sem horfðu á svona smá tíma og ekkert fjallað, það er ekkert sérstaklega mikið fjallað þetta því þetta var víst alveg óbærilega leiðilegt. Hann er meira og minna röfla sjálfur. Og svo koma þetta gestir og tala svona, vera að kynna ykkur mál og svona og svo eru ráðherrarnir að skjallan linnulaust á milli. Það var eitthvað svona gervilhátur þarna sá ég. Já, það var nefnilega myndin sem við fáum hana kannski aftur upp sem að var þið sjáu svipin á honum sem hann er að taka við skjalli. Já, mér skilst það að hann hafi látið svona eins og stjórnandi raunveruleika sjónvarpi og hann hafi svona bara óð á súðum. Þetta er náttúrulega þannig að setja bara kameru inn á ríkisstjórnarfundin og þá er ríkisstjórnarfundurinn orðin raunveruleikasjónvarp. Það er mikið rétt. Og það er náttúrulega hans heimavöllur. Það var ég var að hlusta á menn sem voru að lýsa þessu, hvernig hann væri. Þá segja að Oval Office, þar sem hann vinnur, það séu ég aldrei færri en 20 manns þannig inn í einu og enginn þeirra er raunverulega að gera neitt, heldur lítur hann á þetta sé bara svona sinn áhorfenda hópur og hann er stanslausu randi og algjör óreiða og þannig er svo lýst. Herðu, en hann er að það er frétt frá Boston Globe sem er reyndar ástandið í Washington að þjóðvalið er búið að taka yfir járnbrautastöðina. Hann er með þessa hugmyndir það að þarna sé algjör óöld í gangi sem enginn kannast við, það náttúrulega eru glæpir í Washington en ekki þannig að sé eitthvað neyðarástand. En þetta er eitthvað pólitískt eða ekki? Já, það er alveg augljóst og hann er bara aðtók hvað hann kemst langt með. Ég hef lagt það til að það sé pólitískt staðan vel í Washington af því þar er mjög hátt hlutfall svartara sem býr í borginni og þetta er borg sem demókratar hafa haldið og hafi verið svartir borgarstjórar síðan held ég bara 67 eitthvað mjög snemma sem það er tannig eitthvað sem býr að baki þarna. Já, alveg örugglega. Herðu, en það er önnur frétt hann lofaði hefndum þegar hann var í kosningabaráttunni og einn af þeim sem hann ætlaði að hefna sín á er John Bolton sem var öryggis mála fulltrúans fyrra kjörtímabilinu og þeim sinnti ekki.
En núna er sem sagt búið að gera húsrannsókn heima á honum og taka alls konar svona gögn og það var að vera að fara að búa til kæru á hann að hafa farið illa með leynigögn, farið með heim sem er svona svipað og var gert við Trump reyndar. Já, segjum tveir. Sjálfur sakaður það. En þetta er náttúrulega dæmi svona hvernig fasismin kemur, það sem eru andstæðingarnir eru fundnir og það er bara lögreglunni sigað á þá. Bolton rífur bara kjafta á móti. Hann er einn af þessum sem hefur sagt sko að Trump er fáviti sko. Bara hann talar þannig, hann er bara fáviti. Var það ekki hann sem var í viðtali hann við Heimildina? Hann sagði ekki ringja í Trump. Já, bara ekki vekja á okkur athygli. Já, ekki bara þakki það fyrir að hann veit ekki af ykkur sko. Aldrei ringja, sagði hann. Og hann hefur lýst í að hann er líklega lesa hann ekki neitt og það er svolítið vandamál með forseta Bandaríkjanna sem þarf að renna sér í gegnum sko endalaus skýrslur mat á hinum og þessum málum, en hann bara lesi þetta ekki. Og gallinn við Trump til viðbóta við það að hann hlustar ekki heldur. Þannig ef þú ferð til hans með ykkur gögn, kannski skýrslu, þá kemur hann ekki af þér. En hann talar linnulaust. Þannig að þú kemur ekki erindi sem að gesturinn á sko. Ja, gesturinn kemur aldrei að. Nei, þannig hann er algjörlega varinn fyrir upplýsingum. Hann les ekki, hann hlustar ekki. Já. Og sér ekki nema það sem hann vill sjá. Já. Það er þægilegt að stjórna landið svona. Já, Oldvöldaríki veraldar, pælið í þessu. Já. Það eru fréttir núna, þannig var að setja í gær, byrjuðu það er komið upp í 50% tollanir sem eru á Indlandi. Að orðið kveðnu, ég er með frá New York Times það er nú bara fréttir um þetta. Það er svona, það er óljóst, er að meta hvað árið þetta kann að hafa. Ég kíkti á indversku press sem ég nú ger ekki daglega. Það er Indian Express er með frétt. Það sem þeir eru að reyna að meta hvað gerist. Þeir segja þetta komi mest niður á svona fatabransanum, gimsteinum og skartgripum. Já, það er mikið saumað í Indlandi af tískuhúsin, vöruhúsin, þeir eru með mikið og kaupa efni. Reyndar enn meira í Bangladesh, það er alveg rosalega mikið sem er framleitt í Bangladesh, sem er næst í nágrenni. En þú varst með eitthvað í Rauðaborðinu? Já, ég fæ hann eftir hann Ragnar Baldursson, sem er mikill Kínasérfræðingur, ég var með hann í viðtali Kína í 2 löngu viðtölum og það var mikið hlustað á þetta og ég ekki mikið viðbrögð við það. Þannig ég fæ hann núna eftir og við ætlum að byrja að ræða hvað áhrif þetta kann að hafa. Hvort að Trump sé með þessu raunverulega ýta Indverjum til Kínverjana. Af því að Módi sem var nú myndað hann svarar þessu fullu fettum. Hann ætlar ekki að láta Trump kúa sig til eins eða neins. Þannig að öllum líkindum þá kann þetta vera hvernig Trump hegðar sér á alþjóðasviðinu. Maður myndi halda það að tilgangur væri það að einangra Kínverja eða einangra Rússa eða eitthvað, en hann er eiginlega að búa til einhverja blokk úr Kínverjum, með Indverjum, hann er búin að ýta Rússum Hann er óvinni sína. Hann er saman alla óvinni sína. Og þeir eru bara orðnir það sterkir við nú, oft farið yfir þetta við Rauðaborðið, til dæmis með Hilmari Þór, að afl Bandaríkjanna er ekki það sem hann var áður. Það voru kannski 40% af hagkerfinu, en eru bara 14% held ég núna. Og það var eitt af þessu sem ég var að hlusta á menn vera að tala hugarheim Trump. Það er svo að segja, gallinn við hann lifir svo stórleiti í eldgömlum heimi. Hann heldur að sé bara 1965. Þannig að hann heldur að Bandaríkin hafi þá stöðu í heiminum sem það hafði 1965. Þannig að það er ekki hægt að koma því inn, af því hann les ekkert, hann hlustar ekki. Það er ekki hægt að koma því inn hjá honum að Bandaríkin hafi ekki sama afl og höfðu áður. Þannig hann er alltaf reyna að haga sér eins og sé ennþá staðan sem var 1965. En síðan er annað indversblað sem að segir að þetta snýst ekkert endilega viðskiptin Rússland. Þetta er þetta bara að vera að þrýsta á að Indverjar geri viðskiptasamning við Bandaríkin. Við vorum með fréttum í gær aðstoðarmann menntamálaráðherra, Ágúst Ólaf. Og Morgunblaðið er að fjalla þetta. Tekur viðtal við ráðherrann, Guðmund Inga. Og hann sér ekkert að þessu því að hann hefði nú verið krati í Granda. Þannig að hann geti alveg verið með krata sem aðstoðarmann. Þetta er ekki bara allt í lagi. En það byrjum mjög góður leikur hjá honum. Ég held að Ágúst Ólafur sé bara mætasti maður. Mikilvægt að hafa reynda menn. Ég held að séu fáir reyndari einmitt í þessum barnavendar og barnamálaflokki eins og Ágúst Ólafur hann. En svo er að lögfræðingur, hagfræðingur og stjórnsýslufræðingur. Já. Þannig að
Þetta var bara... Það er nefnilega eitt í þessu, sko, fyrst með þess aðstofamenn, þá voru oft verið að velja það sem náði ekki inn á þinga eitthvað svona, sko. Einhverja svona til þess að halda á launum fyrir næstu kostingar. Já, svona sárabætur. En þannig er bara alveg ekkert verið að pæla í því. Það er bara ráðinn bara maður sem hann hefur mikla menntun sem að Guðmund Inga vantar. Besta aðstofamannaráðning sem ég man eftir hafa Steingrímur J. Sigfússon sem fekk Indriða H. Þorláksson með sér inn í ráðuneytið. Ég held að hafi sko haft gríðarlega áhrif. Hvernig ríkisstjórnin náði þegar bráðabirgðastjórnin og svo fyrstu bara vikunum, þá náðu þeir að hækka fjármagnstekjuskatt, fyrirtækjaskatt, setja auðlegðarskatt, alls konar svona hluti sem ég held að þessi ríkisstjórnin hefur aldrei náð eða að móta svona vel nema hafa svona frábærlega reyndan aðstofamann. Ég því sem að Steingrímur sé bara á leiðinni í leigubíl til þess að leiðrétta þetta, hann hefur hugsað allt saman sjálfur, en ég ætla að segja það að Indriði haft mikið þetta að segja. Herðu, Viðskiptablaðið, ég er með frétt þar, ég meina síður Viðskiptablaðinu. Þetta þeir eru að taka saman 150 hæstu fjármagns, þeir sem hæstu fjármagnstekjurnar í fyrra og þarna Þorsteinn Már efstur. Ég setti inn á þá skattaafslottinn, hvað að því að fjármagnstekjuskattur bara 22%. Ef að þetta fólk hefði borgað skatta af þessu eins og launafólk gerir, að þá hefði Þorsteinn Már borgað 1.123 milljónum meira í skatt. Og fyrirverandi kona hans sem þarna líka, og hún með rúma milljarði líka í skatta. Samanlagt eru þau með meira en 2 milljarða. Og ég man að við vorum að ræða 2 milljarða sem átt að fara í nýbyggingu Þjóðleikhússins og Björn Þorláks fannst þetta að vera kannski full mikið í lagt að vera að henda 2 milljörðum í Þjóðleikhússið á þessu tímum. En það hent 2 milljónir bara í þessi Já, en ég meina, segir mér, minnum við nú aftur á hvað eru eftir veiðugjöldin sem að reyfist var, já, það eru 10 milljónar. Það var nú deilt að því að þau breyttu sko. Já, lækkaðu eitthvað rendan, já. Ég held að það ekki nefn að segja 7-8. Já, þannig að allt þetta tekið hófólk, það í rauninni fekk skattaafslátt eftir öðru leiðum. Ég tók þess að 150 saman sem að þau stilla, sem bara þessum hæstu tekjurnar. Ef að þau myndu borga af tekjur sínum eins og launafólk, að þá hefðu þau borgað 18,7 milljörðum meira í ríkissjóð. Já, tvöföld hækkun veiðigjöldin. Meira, 2,5-falt. Akkurat. Þannig að ég lagði nú einhvern tíma til að vera alltaf fremst á í fjárlögunum, væri síða sko kostnaðin við skattaafslottinn frá nýfrjálsíkjárunum, sem til dæmis þetta. Já. Að þetta náttúrulega það sem fyrst úthlutað. Það ákveðið að við ætlum að hafa, til dæmis með í Danmörku væri skattur svipað og ég var að benda á þarna. Þeir eru með yfir 40% fjármagnstekjuskatt. Og svo það sem hann lægri, en við erum lægst á Norðurlöndunum, en það sem hann næst okkur, þar líka eignaskattur. Hér engin eignaskattur. Þannig að afslátturinn til fjármagnseigenda og fyrirtækja á Íslandi alveg stórkostlegur. Ég hef trú á því að Daði Már sé að horfa á okkur núna. Já, en ég held að Daði Már sé í Viðreisn og hann telur þetta að vera bara besta mál að gefa eina ríku eftir peninga. Já, það ekki Viðreisn svona... Ég veit það, þú ekki að vera en að því að vera að fletta Viðskiptablaðinu, þá tók ég saman að leiðar í Viðskiptablaðinu, ég með mynd af því. Svo eru þau líka með fjölmiðlapistil. Skrifað þú þetta fjölmiðlapistil? Við vorum ekkert með held ég á Fréttablaðinu, svona fjölmiðlapistil, það var bara lítið sko. Þeir eru með opnun og þetta meira að minna. Ef við lesið þetta sko, þetta meira að minna hvað allir í hinnir fjölmiðlarnir eru vitlausir. Þetta ekki pistill, þetta en grein. Þetta svo mikið. Það dugar ekki, þeir eru með pistil sem heitir Óðinn, sem að líka að opna. Og hann mest notar í því að segja hvað vitlaust fólk sem að gagnrýna auðvaldið með einhverjum hætti. Halla Gunnarsdóttir sem hefur líklega verið að gagnrýna. Vitlaus. Já, þetta svo vitlaust fólk að það dugar þeim ekki. Þeir eru líka með annan dag sem heitir Týr sem þarna. Þarna einhverjir sem eru líka kynntu til verðbólguna ríkisstjórnin sem kunni ekki að fara með sitt. Og það dugar ekki heldur að þeir eru með annan sem heitir Huginn og Munin sem líka. Og þarna stóra vitlaus. Og ég fór að skoða þetta að þrátt fyrir að væri mikið bara myndum í tengslu við fjármagnstekjuskattinn, ekki mikil texti þar, að þá þessi skoðanadálkar í Viðskiptablaðinu eru 33% af textablaðsins. Sem eru mest og mikið nafnlaust.
Já, tilnefnin alveg. Já, og þeir heita svona Óðinn og Týr og Huginn og Já, ég tekið því, þetta svolítið svona. Og þess vegna ætla ég að vera með næstu frétt hérna sem úr Vísi. Það til skoðunar að Sjálfstæðisflokkurinn flýtur úr Valhöll. Hvaðan kemur þetta? Trúið þess ekki? Nei. Það komið nefnd, Kjartan Gunnarsson í nefndinni og fleiri, viðtal við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, þess að þeir eru að skoða þetta. Kannski að þið eru búin að selja svo mikið, þeir eru búin að selja bílastæðið frá sér, búin að byggja þar og búin að græða held ég milljarð eða eitthvað á því að byggingarétti, á þéttingu byggðar, það er ekki grætt í allt mikið þéttingu byggðar á Sjálfstæðisflokkurinn. Svo þegar þau koma í vinnu. Það er engin lóð eða neitt, hafið séð þetta? Nei, svo koma þau í vinnuna og sjá að það er bara Valhöll er horfin inn í þau voru ógráðug sko. Bakhús. Þannig að það er ekki hægt að leggja bíla það, þannig að þau eru að skoða að fara eitthvað annað. Það er Framsóknarflokkurinn er komin í Bæjarlind í Kópavogi. Já. Það sem er ísbúð og bílavatastöð. Hvað sjáu þið fyrir ykkur Sjálfstæðisflokkurinn gert? Reykjavíkur fordómar, er það ekki bara fínt að vera í Kópavogi? Jú, ég er að segja þess að þannig, sko, þið voru á Hverfisgötunni. Já, þið getur farið eitthvað. Já, en jú, þetta er fínt þarna. Guðrún Hafstein segir að þetta sé gert til þess að efla innviði flokksins og auka slagkraft. Já, flytja. Já, flytja. Að selja þá Valhöll. Sjálfstæðisflokkurinn var að flytja í Mýrsalinn, kannski geta það farið með þeim þangað. Já, það er stórt hús. En vitið þið hvað Valhöll var kölluð á byggingatímanum? Nei. Betlehem. Af því að það Albert Guðmundsson heitin og fleiri voru svo duglegir að betla peninga fyrir húsinu. Það var kallað Betlehem. Var þetta ekki bara byggt fyrir þá? Svona Ístak og félagar, byggði þetta ekki bara ókeypis? Allan að húsið var kallað Betlehem. Það er eitt af því sem að mjög sagt í Grænlandsdag að það væri hefð fyrir því að verktakarnir byggðu hús fyrir formann Sjálfstæðisflokksins. Það væri hluti af gjaldinu fyrir flokkinn. Það er mörg svona gjöld sem að menn þurftu að borga bara til þess að vera í náðinni. Herðu, í gær sagði ég ykkur frá tillögum viðskiptaráðs varðandi atvinnustefnu. ASÍ og BCB voru að senda frá sér sameiginlega. Það er svolítið annað tónn í þessu. Svo til að vera mikilvægt að vernda vinnumarkaðinn, þannig að verkalýðsfélögin sé ekki verið að þrengja valdið þeirra eða getu til þess að sækja hærri laun til félagsmanna. Það má ekki. Nei, það eru hugmyndir það að auka völd ríkissáttasemjara og þeir tala nýsköpun og grunnur ekki áherslu á grunnrannsóknir, það er sem það fara í háskólan, en reyndar talaðu að halda áfram skattaafslættinu sem komið svolítið óvart. Þetta er mikilvægt að ná einhverju svona sátt í samfélaginu auðlindamál, af því að hluti af atvinnuuppbyggingunni verður þá auðlindanýting og það verður einhver grunnur undir henni og þeir leggja áherslu að byggja upp menntakerfið og svona félagslega innviði samfélagsins svo það verði sterkt og benda á að öflugir grunninnviðir styðja ekki bara við almenning, heldur atvinnusköpun og fólk. Þetta er svolítið annað tónn því að ég fór yfir alla 18 tillögurnar hjá viðskiptaráði í gær sem voru svolítið svakalar. Ég vildi bara taka þetta, að það er svona til annar tónn í samfélaginu. Þó svo að sé þannig að viðskiptaráð stæri sig að því 85% af öllu því sem þeir hafa sagt hefur bara orðið til. Mikil völd. Það er dómsmálið sem er í gangi. Hvað er þetta? Grafavogsmálið? Gufunes. Já. Það kemur fram mitt í að hinn látni hafi verið glímt við veikindi með framheila skaða sem getur valdið persónuleika breytingum. Sem að var greinlega. Já, læknirinn kom í dag og bara vitni þetta ástand hans og svona fór yfir það hvernig þetta lýsti sér. Þetta lýsti sér í einhverju svona áhættu hegðun, hann var að sækja klámefni á netið og tala við konur í gegnum internetið, eitthvað sem hann hefði aldrei gert áður. Og taumleysi og erfitt með að ráða við skap sitt. Ég veit ekki hvort að þið þekki fólk sem orðið fyrir framheila skaða. Þetta er gríðarlega persónuleika breytingar sem að verða. Já, þetta ágerist mjög hratt og er aðstandendum erfitt oft. Hann átti sem sagt ekki góða daga þarna greinlega, leiðinlega veikur. En svo aftur alltaf þetta mál aftur alveg bara hryllingur eftir. Já, og þetta er auðvitað... Það er alveg murkaður og lífið hægt að rólega, sko. Og skilja hann eftir í blóðu sínu bera bara á kulda. Þeir voru að þrífa þessa Teslubíla voru tennur og manninu þar. Já, þetta er hryllilegt og þetta hefur verið sársaukann sem hann hefur þurft að þola lengi
þeir hafa verið með hann, voru með hann í marga klukkutíma, ofbeldi hefur og gekk verið vera svona yfir í lotum, en svo buðu þeir einmitt einum af þeim sem að játaði á sig hraðbankamálið, þau buðu honum að vera með en hann nefndi ekki að fara út eftir, það kom fram í dag. Hann nefndi ekki að fara alla leið. Hann hafði nóg að gera að reyna að opna hraðbankann. Nei, það er seinna. Er þetta merki einhverja breytingu í samfélaginu? Það sé svona meiri harka? Ég veit ekki. Það hafa alltaf komið svona ógeðsleg... Glæpirnir eru alltaf verið einhvern veginn ljótari og ljótari. Veit ekki. Erum ekki bara að fá að vita meira við? Sem inn í samkennd með barna? Já, þetta eru ungir menn. Það meira ofbeldi, segir lögreglan. Lúkas Geir er 22 ára, þessi Mattías... Dyraverði segja sem meira ofbeldi. Já. Ég labba stundum í bænum og ég labba stundum fram hjá Kalda sem er bara svona, ég held að það sé miðaldra fólk þarna inni, sko. Já, það er. Það ekki? Jú, ef eldra. Ég held að það sé 3 dyraverði þarna fyrir utan. Já. Pínulegum stað. Ég skrifaði fyrst að ég byrjaði sko í blaðinu með skátt. Meðan ég var drukkinn, sko, þá þurfti ekki 3 dyraverði til þess að passa eitthvað svona miðaldra bar. Ég held að það séu bara reglur á mörgum stöðum sem eru opnir eftir minnati að þurfa að vera með dyraverði og þurfa að vera með, væntanlega þá annan til þess að hjálpa. Ég held að það sé svona ritað í reglugerðir. Eftir ég byrjaði að 87, þá var ég í löggufrétthólfinu til að vera með. Og þá voru fréttirnar, sko, ef það var manndráp, sko, þá var þetta stór fréttir og við talaði við fólk sem kannski hugsanlega séð eða heyrt og annað, sko. En nú er það ekkert, nú er þetta bara sem sagt, þetta er breyst mjög mikið og vopnaburður eru orðin mikið algengari og ég held að ég fór að rifja upp svona ákveða börum ég drakk síðast. Ég drakk meðal annars á bíóbarnum. Þá sá ég einu sinni fólki hent út. Þá var Einar Örn sykurmóli var að afgreiða barnum. Þetta var svo menntaður bar, það var sykurmóli að afgreiða. Og það komu stelpur og spurðu hvað það ætti te, voru sænskar stelpur. Og hann stökk við barborðið og hendi þeim út. Þetta verið bar, við erum ekki að afgreiða te hérna. Svona var þetta þegar ég var ungur. Þú varst eins og ungur þá, jú. Það er enn einn svona sorgarfréttin. Þetta er úr Minneapolis. Það er enn eitt skotárásinn í skóla. Það eru ungi krakkar. Ungi krakkar dánir, ungi krakkar særðir. Við náttúrulega veitum ekkert hvað... Þetta var ekki áður. Þetta er eitthvað sem tilir okkar menningu, sko. Menningun í Bandaríkjunum, kannski ekki verið þetta hingað. Já, ég veit ekki. Þetta er svona stjórnlausa hatur út í bara allt og alla. Já, þetta kemur líka bara með því. Stjórnmálafólk talar svolítið inn í þetta hatur og þessa polariseringu. Þetta er ekki svona tengt einhverjum svona hópi. Þetta er ekki árás á hommaklúbb eða gyðingasamkomu. Bara reiði eitthvað svona mikil eða... Ég held að þetta sé bara eins og skotar og sem er í skólanum er oft bara... einhver sem hafi verið í skólanum og ósáttur við það. En það sem ég er að segja, það er svo mikil ábyrgð falin í því að vera stjórnmálaleiðtogi eða manneskja sem að svona talar inn í samfélagið. Því að, ég meina, ef þú talar endalaust inn í eitthvað svona haturskúltúr, þá á endanum ertu komið með fólk sem er bara gengur skrefinu lengra. Ég man eftir þegar Obama var forseti. Þá held hann alltaf svona tölu þegar þetta gerðist og hann var náttúrulega ótrúlega mælskur og svona, en þetta voru bara orð. Þannig að hann náði aldrei í gegn einum þrengingum og byssulöggjöfinni sem að skipti nokkru máli. Nú erum við með forseta sem að er eiginlega forseti rifla samtakana þarna. Þannig hann ætlar aldrei að tala gegn byssuegn með nokkrum hætti. Hann er allan daginn að tala að sé og veitingamenn í Washington eru byrjar að andmæla hann, sko, hann er að segja að bara veitingahús í Washington sé að fara á hausina þegar svo mikið ofbeldið hana og það kannast ekki inn við þetta. Hann eyðir gríðarlegu tíma í að tala ofbeldi sem að fólk kannast ekki við. Hann mun ekki ræða þetta ofbeldi, sko. Hann getur ekki að adressa þetta. En það er nú reyndar þú sagðir, hann hlustar ekki og lesi ekki. Nei, hann hlustar ekki og lesi ekki. Hún er meira alveg sama. Og hann bara horfir á eitthvað skrýp og getur McDonald's. En hann ætti nú kannski að athuga það að þetta ákvæði í stjórnarskrá Bandaríkjanna var auðvitað gert til varnar þess að herinn tæki yfir lögreglu og annað og þetta væri þá varnartæki fyrir almenning gegn ríkinu. Þannig að við sjáum hvernig það fer fyrir hann. Það er frétt sem er víða, það eru foreldrar, ég tek þetta frá BBC, foreldrar unglingspilts sem að framtíð sjálfsmorðs. Þau eru að stefna OpenAI,
sem að fyrir hérna að gervigreindin, hann var að ræða við gervigreindina og sjálfsmórs hugleiðingar sínar. Og hún hjálpaði honum í að finna leið til þess að fremja sjálfsmorð. Já, ChatGPT, það hefur verið talað svolítið þetta, það hefur verið varað við þessu og það hefur verið svona sýnt fram á að sko ChatGPT er bara þannig gert að það andmælir þér aldrei. Þú getur í rauninni haldið hverju sem fram við það og það ítir alltaf undir það sem að... Svipa fólk gerir við Trump, sko, og segir það bara já. Já, þetta kannski það hans helsti ráðgjafi, ChatGPT. Þetta áhugavert mál. Ég var með Þorsteinn Sigurlaugsson, heimspeking og hagfræðing í spjalli á mánudaginn. Það sem var einmitt verið að ræða hættunar á því að við lítum á gervigreindina sem manneskjur og förum að taka ráð frá henni. Hann taldi þetta verið eiginlega mesta hættan sem að fælist í að við yrðum eiginlega gervigreind með þessu. Ég hvet fólk til þess að því að við erum á svo miklum straumhvörfum í sambandi við gervigreindina, það gott að hlusta á Þorsteinn og fleiri sem hafa hugsað mikið þetta. Já. Herðu, það vont að þurfa að spila gegn Ísrael, fyrirsögn? Já. Hver þetta? Ég man ekki, hann landsliðsmaður, hann bara númer 10 í landsliðinu. Atvinnumaður í körfubolta, mjög góður. En þeir að segja, sko, fyrsti leikur þeirra á morgun í Evrópumótinu við Ísrael og þeim finnst þetta óþægilegt en hvað geta þeir gert eða eyðileggja fyrir sér alla möguleika með því að mæta ekki til leiks? Já, segja sumir og aðrir segja nei. Það bara körfubolti voðalega áhugaverður alltaf, hann bara ekki meira verið en þetta. Þú verður bara neitar það. Já, en það komið aftur því þetta Evrópumót og Ísrael þarna. Og í vetur sem leið þá var íslenska kvennalandsliðið handbolta að spila móti í Ísrael, fótboltanum og vann á og felldi komið veg fyrir að þær færa á lokamótið eða fótboltanum og þetta leikmenninir þeir eru undir ykkur svona þrýstingi og sendur alltaf frá sér þessa yfirlýsingu hverju knattleikssambandið fyrir rúmri viku síðan þar sem þau hörmuðu að Ísrael væri með keppni þeir sögðust hafa beitt sig innan sambandsins að reyna að fá þá í burtu en ekkert hefði gengið og útskýrðu að þetta myndi kosta þá ég meina ef þeir myndu neita að spila þann leik þá myndi það verða þeim ansi dýrkeypt. Það var hann fjallaði þetta í viðtali við eitthvað morgunútvarpið hjá Ríkisútvarpinu hann Viðar Halldórsson hann sagði að það væri svona erfitt að leggja þetta á ríkismennina. Það var eðlilega að það væri tekin ákvörðun þá með KSÍ eða ríkisstjórninni eða öðru slíku. En það eftir sem áður gera menn alltaf kröfu á leikmennina. Það bara svona klassíst að þú hefur líka, þú getur ekki, Nürnberg-réttarhöldin snerist það. Þú getur ekki verið í skjólu að það hafi verið búið að ákveða þetta. Það hver einstaklingur, hann hefur líka ábyrgð í hverju sem að gerir. Þess að ég sé að líka því saman að þetta sé ykkur glæpir að spila við Ísrael. Herðu, það 2 fréttir gæsluvarðhald frá mannlífi. Þetta nú bara framhald. Það hraðbankaræningin, hann í áframhaldandi gæsluvarðhaldi, eða settur gæsluvarðhald. Og svo það áframhaldandi gæsluvarðhaldi á leikskóla leiðbeinandunum. Framhaldsfréttir hjá okkur, það líka önnur frá Morgunblaðinu. Morgunblaðið er alltaf með einhverja fréttir. Nú það skólakerfið. Það einhver sjálfstæðisflokkurinn á Morgunblaðið einhverjum leiðangri gegn menntakerfinu. Og nú það borgarfulltrúinn sem vilja taka upp samræmd próf í skólum Reykjavíkurborgar. Og að trúa því að það auki lestur. Og fóruð þið í samræmd próf? Já, ég var í fyrsta árgangur. Já, ég man eftir þessu, þetta var algjör höfuverkur, þetta var hryllilega erfitt, við vorum látið að gera þetta inn á svona samkomusal og það voru margir klukkutímar. Já, ég var fárveikur, ég held ég hafi verið með skirbjú. Ég var í heimastaskóla og við fengum aldrei ferskt grænmeti eða ásti. Hvað var eiginlega gamall? Ég get svarið það. Ég held ég hafi verið með skirbjú. Ég var bara ég hafði með 41 og takkist að hita öll prófin. Það var hryllilegu tími í mínu Já, ég held að það séu fáir sem að minnast samræmdu prófana sem einhvers konar ánægju tíma í sínu lífi. Þetta var alveg hryllilegt álag og það var, ég menna... Hvað þetta, getur farið í próf og svona þess að vera að væla yfir ykkur álagi? Það það sem að vantar í ungukistunum segla. Það segja viðmælandi mínir. Einmitt.
Nei, við okkur vantar ekkert með, ég meina þetta er örgulega, unga kynslóðin örgulega svo segast eftir allt það sem svo eldri hefur látið háan að dynja. Ég kláraði grunnskóla löngu á undan samrænduprófunum og það svona allt umfram 5 var bara bröður, sko. Og bara fara út á 5-unni bara. Já. Herðu, það er hérna frétt sem að þú fannst, ég veit ekki hvað þú fannst hana á Vísíu, María Lilja. Það er rað sundlauga kúkari gengur laus í Oulu sem er eitthvað bæri í Finnlandi. Já, bæri í Finnlandi. Það tegum okkur langt. Já, rað sundlauga kúkarinn hefur kúkað 6 sinnum í almennu sundlaugu í borgin Oulu og þetta er, já þetta er grunur að þetta sé hérna gert af yfirlögu ráði. Þetta sé sami aðilinn. Þetta sé sami aðilinn og það er hérna, þetta er síbrotum með. Þú týndir til hérna svolítið gamla fréttir frá Íslandi. Ég nefnilega gerði það, við nefnilega eigum okkar eigin svona raðkúkara og við eigum nefnilega sögu, fjölmiðlasögu raðkúkara. GVF hérna. Já, einmitt, hérna er Kúkar í skóla. Og sjáu þið, þarna var rætt að gera DNA-rannsókn, ég meina þetta er bara hann skömmu eftir aldamót og hérna þetta er í Hafnarfirði? Þetta er í Hafnarfirðinum. Þetta var alveg agalegt, þetta var maður sem gekk hann inn í skóla, maður eða barn, við vitum það ekki, þá ég hérna fann ekkert hvort að hann hefði nokkuð tíma verið gripinn. Var gerð DNA-rannsókn? Það held ég nú ekki. Ég veit ekki, er hægt að gera DNA-rannsókn á kúk? Ég verður að gera bara hálflítur allt. Ég meina, þú veist, upp úr aldamótum í Hafnarfirði. Það var önnur frétt úr DVF hefur hérna farið. Akkurat, og þarna er sami kúkalabbi. Þetta er sami maðurinn enn í Hafnarfirði. Það verður ekki að taka fram að maðurinn á myndin er ekki... Nei, hann er víst skólastjóri, en þarna, já, má sjá að kúkalabbin mitt er leikur hendur lausum alla. Þannig að gera slísin. Já, þetta er auðvitað agalegt ástand, en þetta er ekki eini... En Sigurjón var að vísa í það sem að þú mannst eftir sem var sá sem aðri sem var að kúka í Kópavogi. Já. Það voru fréttir af því líka. Já, það var einmitt. Já, það var grímuklæddur maður. Hann náðist á myndbandið ekki. Ég heyrði hann stundar þetta. Hann er ekkert fundin, hann er alltaf svo hættu. Þetta er nú bara síðan í janúar þessu ári og þessi maður, hann fer þarna og kúkar á bíl og ég með eitthvað skipti skildan eftir eitthvað svona mjög undarleg skilaboð hérna eitthvað þátt á FM 957 og Frjáls Palestína eða eitthvað svona. Það var mjög skildan. Var það þín kenning, María, að hann hafi byrjað þess að kúka í skólatöskur í Kópavogi, færist yfir í Kópavogin og sé núna kannski í sumarið í Finnlandi. Og nú sé hann kannski komið til Finnlands, þannig ég hef kenningar að þetta sé allt saman. Einu fararverðan hafi verið hérna Sundskilan. Herðu, það er frétt af austufrétt. Það var hérna Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, hélt fund og var ekki að slá í gegn. Því hann segir á fundinum að hann telja fjarðargöng sem er þá göngi frá Seyðisfirði yfir í Mjóafjörðu út í Neskaupstað sem að þá myndi tengja síðan eru göng frá Neskaupstað yfir í Eskifjörð og þar sleppur upp á Írstaði. Að ég vera undan Fjarðarheiðagöngunum og sko hann er eiginlega að segja en það er sko ekkert vit í hérna Fjarðargöngunum fyrir en Fjarðarheiðagöngin eru komið því ef þú keyrir þessi göng þá stoppar þú bara á Seyðisfirði og svo þetta bara kemur tilbaka ef að heiðin það er bara hérna botlangi ef það er ef heiðin er ófær sem er hvað 20 daga ári, ég veit ekki eitthvað. En hann segir þarna í þessu erindi sínu, hann segir að það muni kosta 60 milljarða Fjarðarheiðagöngin. Ég heyrist það vera að segja það, þótt þetta væri sko gott að tengja þarna Seyðisfjörð þar sem að búa 900 manns, að þá er þetta bara dýrt. Mér finnst það vera að segja það. Já, ég meina, hann segir líka frá því að það sé búið að vera til skoðunar í 40 ár. Það hlýtur nú að vera hægt að fá á 40 árum 60 milljarða fjármagn í þessu göng. Það er nú verið að tala um Sundabraut í 35 ár. Já, það er nú gott. Herðu, við skulum enda hérna á Akureyri. Við skulum enda hérna á Akureyri því tíminn að líða hjá. Það er hérna BSO. Þetta er nú skúr sem að margir, er ekki verið skúr? Ég hef oft séð þennan skúr, þetta hús. Ég vann byrjuð sem stefnisar hinum við göttuna. Það fór að rífa það. Og það er núna hof. Og hérna þeir ætla að rífa þetta og byggja eitthvað svona ljótt hús eins og hof það er hof er ekkert ljótt hús. Nei, ég er nú bara að bulla en svona skúrar er að hverfa þetta er nú farið hérna niður í þetta er líka sko í miðbænum og dýrlóð dýrmæt mér veit alltaf að það er eitthvað sem sér með þessu já, mjög líka
En kannski enginn á Akureyri sem ætlar að búa til svona hollvinarsamtök En vita okkur þetta heitir BSO en ekki BSA? Nei, akkur. Þetta er Bifröst og Oddeyrar. Þá vitum við það. Þetta eru lokin á fréttunum Sigurjón Magnús og María Lilja, kærar þakkir. Ég minni á að hérna strax á eftir er Rauðaborðið og fyrir ykkur sem eru að horfa á okkur á Facebook eða YouTube, þið farið út af þessum straum eins og það er sagt og finnið annan þar sem að Rauðaborðið byrjar hér eftir augnablik. Ég ætla að skjóta mér aðeins frá og síðan með María Lilja að kynna efni Rauðaborðsins. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is